Á aðventunni og jólin þá syngjum við alveg reiðina býst. Uppáhaldstíminn vegna þess að þá fæ ég loksins að hlusta og heyra jólalögin sem ég elska. En jólin eru nú oft nefnd sem hátíð barnanna og við erum öll jólabörn og það eru til mín komnir tveir, ég get alveg sagt krakkar þó að þú sitt orðin 13 ára, Írena Rut Jónsdóttir og Rúnar Baldvin Felixson. Verið hjartanlega velkomin. Já. Takk fyrir. Takk fyrir. Jæja. Eru þið fann að hlakka til jólana? Mjög. Er það ekki? Jú, ég er bara alveg að springa úr spenningi. Ég get ekkert annað bara. Ég get ekki beðið eftir jólunum. Nei, en þú verður svona að bíða. Það er alveg, það eru 3 vikur enn, sko. Já. Og rúmlega. Til hvers hlakkar þú mest? Hvað er mikilvægast að gera til dæmis í aðdraganda jólana á aðvendunni? Ég er bara spennt að vera með fjölskyldunni. Já, ok. Já. Bara njóta? Já. Syngurðu mikið jólalög? Já, alveg eitthvað. Já, ég veit að þú ert mikil söngfugl. Þú söngst í messu hjá mér daginn. Já. Og ertu búin að vera að læra söng? Já, í 7 ár. Í 7 ár? Hvað ertu gömul? 13. Þannig að þú ert búin að vera að læra söng sem þú varst 6 ára? Já. Vá! Það er meira en helmingur æviðinnar. Já. Það er geggjað. Og hver er að kenna þér? Kristjana. Einmitt, akkurat. Gaman að læra? Já, mjög. Ertu aldrei stressuð að kemur fram? Nei, eiginlega ekki. Í alvöru? Ok, vá. Það er dásamlegt að þurfa ekki að vera stressaður út í. Rúnar, ert þú stressaður þegar þú kemur fram? Já, eiginlega. Í alvöru? Ég hef alltaf svona með fiðring í maganum, en hann fer alltaf strax þegar ég fer svona fram í sviðsljósið. Já, ég skil þig. Þá bara ert þú alveg slakur. Ég er bara mikill söngfugl. Já. En ég hef aldrei í lífi mínu farið í söngpróf eða í söngtíma. Nei. Tók einu sinni þátt í barnakór í fyrra. Sleppti því núna. Mér langaði bara að æfa eitthvað svona einsöng og svona. Ok. Ég hef kannski tvísöngið eins og hjá mömmu. Ég byrjaði svona þegar ég var 5 ára. Akkurat. Held ég. Þið, mamma, en einmitt, þið byrjuðu þennan þátt hjá okkur í kvöld. Þið sungu saman Snjókorn falla. Já. Þannig að við erum búin að vera, fólki sem situr heima, það er búið að hlusta á þig. Við ætlum að hlusta á þig á eftir Írena. Já. Ég veit ekki hvaða lag þú ætlar að flytja. Ég veit að verður eitthvað rólegt eða svona eitthvað fallegt og hugulegt. Já. Ég veit það. En, ok. Á aðventunni, sko, hvenær er það sem að setja skóinn út í glugga? Er það ekki 11? Er það? 12. 12. Ég segi 12, 11. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Það er að aðfara nótt 12. Kvöldið 11. Það er 12. morgunin 12. sem að kemur. Og hver kemur nú fyrstur? Stekkjarstaur. Það er stekkjarstaur. Það er auðvitað stekkjarstaur. Það er auðvitað stekkjarstaur. Kunnið alveg röðina á þeim bræðurum? Já, stekkjarstaur, gílegur, stúfur. Já. Man veit ekki hvort það var askasleikir eða eitthvað. Svörusleikir. Já, svörusleikir, askasleikir, Pottaskerill. Hurðaskellir. Hurðaskellir. Já, hurðaskellir. Já, það ekki. Jó, hurðaskellir. Svo var það líka hurðaskellir. Hvað var það? Kjötkrókur? Ég held við ættum að fá fagmann í upptalningu á bræðrunum. Ég veit nefnilega að það er stekkjarstaur þetta. Ertu til í að koma til okkar hérna aðeins í sófann? Kæri stekkjarstaur, ég sé að það var trefur karlinn. Jæja, hvað segir þið? Hvað segir Írena mín? Allt gott. Og þú, Rúnar? Já, mér líður þess. Já, ég var að setjast þetta hjá ykkur. Hérna? Já, þú dæsir bara. Það er staurinn. Það er staurinn, það er hérna. Hvað ertu með í pokanum? Heyrðu, ég er með svona ýmislegt í pokanum. Ég ætlaði nú að færa nú Rúnari þetta hérna. Takk fyrir. Ég gerði svo ölfunur og Írena mín gerði svo öl. Takk fyrir. Já. Það hafi ekki allir verið góðir og engin læti eða neitt svoleiðis, sko. Við vorum mjög rólegir hérna í sófanum allavega, það er engin. Já, hér á ég eina sem ég þarf að koma út, hún er með andlit.
Hún með andlit, já. Stoltið sætt. Já, og svo líka laukur ef það vond lykt. Já. Meinar þá táfélag í skónum eða? Já, svo líka nammi hérna, sko. Ef Oddbjörn vill líka fá, sko, gera svo vel, já. Mér vitir ekkert af að hressa mig aðeins við það eftir. Nei, endilega, sko. Katrín systir mín, hún verður að fá kartöfluna. Hún búin Já, var það? Já. Já. Írun mín, hvernig er þetta búið að vera heima á þér? Er allir góðir? Já. Allir góðir. Það þarf ekkert að koma með kartöflu þar. Nei. En ég veit að þá ég þarf að koma við heima hjá Rúnari. Já, Ólafur 7. Já, er það nokkuð hátt upp? Nei. Nei, ég þarf ekkert að hafa Rúdolf með mér í að komast upp. Nei. Það er gott. Það er mjög gott. Það er eitt mjög fyndið við pappa. Hann læsir aldrei dyrunum. Já, það er ágætt fyrir mig, sko. Þú getur bara læst innum, bara farið upp og því að það eru gluggar í báðum herbyggjum. Dregið frá, það er bara skór, settu bara gjöfuna þar. Ekki setur pappiði nokkuð stífvélið út í glugga? Nei, auðvitað ekki. Það er stundum þannig að það er eitthvað stað stífvél í gluggunum. Nú eru fullorðnar að sækjast í þetta. Þeir eru að reyna. Já. En ég veit nefnilega, Rúnar, ert þú til að taka sæti mitt? Ég veit nefnilega að þú ert með nokkrar spurningar fyrir hæstvirtan stekkjarstaur. Já. Þannig að, Írun, ef ég fæ að tilla mér hjá þér. Það eru spurningar, sko, það eru verið. Þú veist þetta meira en ég. Já. Þessi, vildir þú passa þetta fyrir? Já, þetta er fyrir. Hvað er þú sæll að blessa þig? Er það satt að gengur sturfótum? Já. Viltu finna þennan hérna? Já. Það er líka þessi hérna, sko. Já. En ég næ nú stundum annars slagi þegar það er svona hlýtt úti að það er rétta úr fótunum. En hér er sturfóturinn. Já. Getur verið stundum nauðsynlegt ef maður missir stundum fót. Það gerir stundum hjá sjóræningjum. Já, vissulega, sko. Já. Er Leppalúði einmana eftir að Grýla dó? Einmana? Nei, hann er nú ekki mikið einmana kallinn. Því Grýla er ekkert dáinn. Er það? Já, en Leppalúði er nú svona orðinn þreyttur og bara farin að hafa hljótt sig. Hann rekur okkur á stað og svona sparkar á eftir okkur. Þannig er það. Já. Alltaf sami svona þú veist. Já. Leppalúðinn. Já, hann er alltaf sami Leppalúðinn. Já. Já, þú ættir að kynnast hann. Hann er skelfilegur. Já. Veistu hvað hann gerði þegar ég fór í bæinn í morgun? Hvað? Hann þeytti einhverju ausu á eftir mér. Hann hélt að hann náði mér ekkert. Ok. Já. Þú hefur verið á fullu að drefa öll árin. Hvernig finnst þér það? Mér finnst það bara mjög gaman. Ég kem fyrstur. Já. Já, ég þarf að ryðja leiðina og stundum er þetta erfitt. Sumir búa ofarlega og aðrir neðarlega og þetta er svolítið erfitt. Það verður þú að En mér finnst alltaf skemmtilegast ef það er eitthvað í skónum handa mér, eins og bréf og eitthvað svona. Það er gott að ef einhver setur kannski smáköku út í glugga. Já, og smáköku handa mér eða eitthvað svona. Það er ekki slæmt, sko. Japp. Já. Og Eitthvað fleira sem þið langar til að vita? Já, það er að... Finnst þið súkkulaðibita köku góðar? Já, mér þykir það ekkert slæmt. Ég get líka sagt þér það. Það er svolítið tilbreyting fyrir mig að fá eitthvað svoleiðis vegna þess að ég þarf alltaf að vera að fá skyr og velling, svona grautarvelling. Og mér finnst það ekkert, ég er búinn að borða þetta í svo mörg ár, að mér finnst það ekkert gott, þannig að það er gott að fá stundum smá súkkulaðibita á kökur. Já, hann er það. Sko, það er að þetta er mjög áhugaverðar upplýsingar. Já, það er það. Ég held að ég veit ekkert fleira sem Langar þér ekkert að spyrja meira? Já, held það. Hefur ykkur tíma spáð í kísuna okkar? Já. var það Er jólakötturinn til? Ha, er jólakötturinn til? Já. Já, hann er til.
Hann sko til. Jólakötturinn óþekkur eins og þið verið stundum? Hann var það þegar hann var yngri, þá var hann mjög óþekkur. Rífur í gluggatjöldin og Já, svona. og allavega hann klóraði mann og hljópa á eftir manni og maður varð að reka hann heim og svona. Já. Það já, akkurat, það er ekki komið til hjá ykkur, kæri Jólasveinar, eins og stendur til hér á Akureyri, þetta með lausugöngu katta. Nei. Við erum með hann bara upp í Öðlaheiði, upp í Lokagili. Já, það er skynsamlegt. Við eigum heima þar sko. Það er skynsamlegt. Já, hann er bara þar, hann fer ekkert orðið, hann er svo gamall. Heyrðu, hjartans þakkir fyrir þessar spurningar. Þetta er mikilvægar upplýsingar, skal ég ykkur segja. Til dæmis að skilja eftir súkkulaðibitaköku út í glugga. Þetta er gott nú. Og svo eru þetta bréfin sem við fáum frá börnunum. Heyrðu, þú ert nú svona. Já. Hérna var ein að byrjum hérna, hvað heitir þetta nú aftur, sjá, regnbogaliti Guðrún Ásta. Já. Var að byrja og svo teiknaði þeir svona myndir af okkur. Dásamlegt. Í þetta maður fær fullt af svona fallegum blöðum. Já. Og gaman að skoða þetta. Kristín skrifaði þetta. Til kjötbróks. Já. Og Stúfur átti eitt bréf hérna líka. Það er hann sko, Kristín verður sko 8 ára í febrúar held ég sko. Já. Írina, hefur þú skrifað rétt í Jólasveina? Já, mér minnir það. Er ekki? Ég minni það nú. Ég hef ekki gert Ég það. nefndilega skrifaði aðfaranótt 12. Þá kem ég fyrstur sko. Já, ég veit. Já. Þá Og eina piparköku. Já, ég get Ef ég má. Já. Já, takk. Ég get sett eina piparköku út í glugga og kannski skrifa eitt bréf. Já. Það verður gott. Maður er stundu svo svongur. Já. Og svo bara þrauka þangað til. En elsku vinir mínir, ég held að þátturinn sé bara hreinlega búinn. Nú, já. Írina, mín kæra Írina Rut, þú ætlar að ljúka þættinu fyrir okkur. Já. Með einu góðu lagi. Ég mæli með því að ég leggi þetta nafn, Írina Rut Jónsdóttir, á minnið. Þessi stúlka með sko algjörri englarödd og ég spái því að við eigum eftir að sjá og heyra meira af henni í framtíðinni. Er það ekki það sem þú planar? Er það ekki það sem langar til að gera? Jú, eiginlega. Að verða söngkona? Já. Eða halda áfram að vera söngkona, þú náttúrulega ert söngkona. Já. Dásamlegt. Við fáum að njóta raddar hennar núna hér í lokin. Við lengjum áttur augum og siglum rólega inn í það sem eftir lífi þessu föstudagskvöldi. Ég vona þið heima hafið það gott, verið góðu hvert annað og við skulum njóta aðventunar. Við kærist ekki að staur, við eigum eftir að sjást. Já, ég á nú eftir að koma við. Takk fyrir gjöfina líka. Já, verði ykkur að góðu, sko. Verði ykkur bara góðu og ég vona ykkur gangi bara saman í haginn. Já. Og verði ykkur að góðu heima við kveðjum að sinni. Sjáumst eftir viku.